Máls Ómar Ragnarsson, gjörðu svo vel. Formaður, ráðsfólk og aðrir sem mál mitt heyra. Ég ætla aðeins að gera umtalsefni 3 greinar, 14. greinin. Það mætti kannski koma vopnleysinu þarna inn með því að segja svo sem til friðsamlegra, fundahalda og mótmæla og síðan erum við þarna með lögum á þá takmarka þennan rétt. Þar gæti verið inni ákvæði vopnaburð sem að þá er í samræmi við lög sem gilda það, vopnaeign. Nú, menn segja friðsamlega, er það friðsamlegt að hafa mikinn hávaða, það hlýtur að vera matsatrið, telst tómati, vopn eða egg, þetta hlýtur að vera matsatrið sem verður bara að taka til í lögreglusamþykktum eða lögum þetta. Aðal umræðuefni mitt verður þó ekki þetta heldur 28. og 29. greinin. Ég vil nú byrja spjall mitt þetta með því að ítreka þakkir mínar til A-nefndarinnar hvað hún hefur unnið stanslaust og vel allan tíman að þessum hugðarefnum mínum sem að ég hef ekki getað tekið þátt í starfi nefndarinnar beint, var ég annað nefnt, en ég sagði þegar ég heyrði þetta fyrst, þetta eins og tónlist í mínum eyrum. Nú fer hún að hækka sig úr einhverju venjulegri tónlist og upp í symfóníu, því að það sem hefur verið bætt við hér er mjög mikils virði. Ég tek undir það sem hefur komið hér fram að það mætti bæta við vatnasvæðum. Þá held ég sem alveg búin að loka upptalningu þarna, nauðsynlegri upptekningu. Nýtingu náttúrugæða skal haga þannig að þau skerðist ekki til langframa og réttur náttúrunnar og komandi kynslóðar sé virtur. Stendur þarna og síðan kemur í 29. grein við nýtingu auðlindana skal það hafa sjálfbærni að leiðarljósi. Ég tek undir með Ara Teitssyni og raunar frá byrjun. Þá sætti ég mig við orðið sjálfbærni vegna þess að það hefði orðið einhver ágreiningur í nefndin að væri of langt gengið að segja sjálfbær þróun. En sjálfbærni það er orðið allt og vítt hugtak og komið niður í það hvort það eiga að flokka sorp eða guð má vita hvað, ef minnst að kosti í hugum fólks. Þetta er mjög einfalt. Eiður Guðnason, þáverandi umhverfisráðherra, undirritaði Ríó-sáttmálann við hátíðlega athöfn 1992. Hann undirritaði skuldbindingu Íslendinga að hlíta þessu ákvæði sem Ari nefndi svo vel, sjálfbæra þróun. Þetta er viðurkennt alþjóðlegt hugtak og ég fagna því og myndi fagna því ef að í staðinn fyrir sjálfbærni kæmi bara sjálfbær þróun. Ef að menn vilja hafa sjálfbærni til þess að víkka þetta út eitthvað, þá er bara að segja sjálfbærni og sjálfbærna þróun. Sjálfbæra þróun, þetta er spurning eitt orð. En ég taldi frá upphafi mjög mikilvægt að hafa sjálfbæra þróun hann inni. Því hún er lykillinn að jafnrétti kynslóðana og því að koma í veg fyrir ránísku. Ég sé hérna ákveðin misskilning hjá Pavel sem ég langar til að leiðrétta. Ég er búinn að spyrja marga, hafið þið lesið mjög fróðlega morgunblaðsgreinar Ólafs Flóens og Guðna Axelssonar endurnýjanlega orkugjafa, jarðvarmann á Íslandi. Ég hef ekki ennþá fundið neitt sem hefur lesið þetta. Þeir eru með eina setningu sem er lykillinn. Þeir telja jarðvarminn sé endurnýjanlegur ef hann endist í einhverjar aldir. Fræðimenn tala 200-300 ár vegna þess að þá er hægt í tæka tíð að minnka nýtinguna þannig að hún endist ennþá lengur en það. En sem sagt krafan er að hann endist lengur heldur í 50 ár. Hér á Íslandi, þannig að, Pavel, það er hægt að nýta jarðvarmann á endurnýjanlegan hátt. Ég tala nú ekki ef það er gert það sem mig dreymir og fæ sennilega ekki fram fyrir ég dauður og það er að verði gert heildar áætlun það hvernig við ætlum að nýta jarðvarma þannig að við tökum frá svæðin sem við ætlum alls ekki að nýta vegna þess að þau séu meira virði sem þetta einstaka náttúru undur hið eldvirka Ísland er og nýtum síðan hitt á sjálfbæran hátt. Ég get nefnt dæmi, hér upp á Hellisheiði búið að virkja 300 megawatt. Einu kröfunar sem eru gerða núna eru þær að þetta endist í 50 ár. Þannig sem sagt afskrifta tími virkjanina. Lengra hugsa menn ekki. Menn ætla sér að gefa skít í það að barnabörn okkar muni standa upp á Hellisheiði eftir að búið vera að virkja 600 megawatt og segja hvar ætlum við nú að fá 600 megawatt. Ólafur Thors og Bjarni Ben og Emil Jónsson hefðu aldrei, eða Gylfi Þ. Gíslason, hefðu aldrei farið út í Ég fyllir það, þeir hefðu ekki farið út í Búrfellsvirkjun 1965-70 ef að það hefði fylgt með að hún yrði ónýt á okkar tímum núna. Þeir sögðu, þetta er endurnýjanleg orka ef að þeir hægt að minnka
takmarka nýtinguna þegar kemur ljós sem að þetta sé ofnýtt. Nú einu rannsóknum sem við höfum á Hellisheiði eru frá Braga Árnasyni og fleirum að þetta afkasti 200 megavattur til langkama. Það að segja, ef þú virkjar núna 600 megawatt, þá allt búið eftir 50 ár og þá verður að bíða í 100 ár eftir að svæðið hittni nóg aftur til að þú getur byrjað aftur. Þannig má gera þetta, en þess vegna náttúrulega stefnum við í hitt vegna sem við ætlum okkur að ráðstafa í langtíma samningum allri orkunni þegar án þess að vita hvort hún einu sinni endist í 50 ár. Ég tel þetta mjög mikilvægt. Ég sendi inn til einhverja fulltrúa í nefndinni orðalagið að það yrði undanskilin jarðefna eldsneyti því það sannarlega ekki hægt að nýta olíu eða kol öðruvísi. Þá erum við búin að girða fyrir það, Pavel, að það sé farið að rugla eitthvað með þetta. Þá erum við bara með þessi jarðefna eldsneyti sér og það er bara eitt orð. En sem sagt, sjálfbær þróun og réttur komandi kynslóða og náttúrunnar, það er núorðið symfónía í mínum eyrum.